Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Ungt fólk og krabbamein í boði AB varahluta. Stefán Haukur Björnsson Vogey á Akureyri var aðeins 18 ára þegar pappans Björn Stefánsson bóndi, refaskitta, veiðimaður og húsgagnasmíðameistari frá Hesjuvöllum lést eftir snarpabaráttu við krabbamein í maga fyrir sléttum 2 árum, þá 53 ára aldri. Í þessum þætti ætlum við að kynnast í hvernig missirinn, sorgin og sorgarferlið hefur snert Stefán Hauk. Ég fekk símtal þegar ég var í siðfræði, þegar maður rétt upp í skóla og rétt upp á hádegi og systir mín hringdi mig þá og sagði mér að þau voru í sjúkrabíl og leiðin upp á sjúkrahús og ég hefði komað undir eins. Og ég hugsaði ekki meira það að ég í Emma og hliðin sjúkrahúsinu en var ekkert rosalega skýr í kollinum þetta augnablik og keyrði alla þessa leið. Þess að það tók mér lengri tíma heldur en að labba en það er bara svo það er. Og þegar þau koma síðan á spítalana þá gamli dreginn út úr sjúkrabílnum í rúmi og hann svona fjólblár allur í framann og bláa varir og skelfur og kulda og líður alveg greinilega mjög illa sem var rosalega óeðlilegt að sjá hann svoleiðis. Og af hverju var ástandið hans orðið svona? Hann var bara búið að ákveða að hann væri dauðvona og en þeir vissu ekkert hvað hann átti mikið eftir og það voru búið að líða einhverjar 2 vikur held ég ef maður rétt sem að frá hann fekk þær fréttir og þangað til að þessum degi og það var eitthvað sem að sprakk endanlega inn í honum eitthvað á þessum degi sem að orsakaði allar þessar kvalir og þegar allt fór. En hann var í raun og veru heima og fluttur upp á spítala þennan síðasta dag sinn? Já, hann var bara heima og var bara að leggja sig í rúmi og kemur sig fram og allur fjólblár í framann og segir bara að hann sillilega illt í maganum eitthvað sem var rosalega óeðlilegt að heyra hann eitthvað kvart yfir einhverju, þannig að það var bara hringt bara strax í neyðarlínu og hann var sóttur og skuttlaður upp á sjúkrahús bara. Og þar hittur hann, náðurðu einhverjum tíma með honum þar, þennan dag? Já, ég hann sagði við mig, að síðast sem hann sagði við mig var upp á sjúkrahúsi var eitthvað sem að hann baði mig að ganga frá einhverju víradrasli svo yrði alveg örugglega allt í góðu inn í bílskútum og það var svona pínu sem svona einkenndi hans pílu svona, þú veist, þetta var bara, þú veist, hann var að deyja og hann var samt að hugsa skilurðu okkur að þetta væri alveg örugglega allt í góðu sko. Þú veist að græja þetta. Var hann búinn að undirbúa dauðan sinn? Ekki þannig fyrir hann fekk þær fréttir að hann væri að deyja. Þá græjuðu þá bara í kvelli. Mamma og pabbi voru bara trúlofuð og þau gifti sig við græjuðum eitthvað brúðkaup á einhverjum 8 klukkutímum og það var allt og rosalega fallegt miðað við það sko, hvað það var lítið og stuttur tími. En þau búin að vera saman í alveg heil lengi. Mörg ár? Ég veit ekki eins og hvenær. Mörg ár. Já. Allavega síðan ég fæddist og eitthvað áður. En þetta símtal, það breytti í raun og veru öllu. Þarna var bara dauðinn feysaður, eins og maður segir. Já. Þetta var svona símtalið sem ég var búin að vonast til þess að fá aldrei en samt svona búin að búa mig undir einhvern veginn. Alveg frá því að pabbi greindist var ég svona eina sem ég hugsaði var að vona það besta en búa sig undir það versta. Hvernig gerir maður það þegar hvað varstu gamall þegar hann greindist með krabbamein? Hvað ætli ég að verið? 15, 16, 15, eitthvað svoleiðis. Sagði hann þér það að hann væri með krabbamein? Já, mér minni það. Þetta er rosalega, þetta tímabil öll, bara, þetta er alveg 3 ár sem einhvern veginn bara svona vantar inn hjá mér. Bara, og ég er svona, man bara eftir svona einhverjum augnablikum hér og þar. Og ég man ekki hvernig það var, hvort hann sagði mér þetta, hvort að mamma hefði sagt mér þetta eða hvað. En
það var svona ákveðið sjokk. En mér datt svona aldrei í hug eitthvað að myndi bara, þú veist, ég hugsaði bara krabbamein skilur, það er, þú veist, lætur ekkert á hann fá, einhvern veginn, þú veist, af því að það var alltaf svoleiðis. Og það var svoleiðis, þú veist, hann pakkaði þessu saman, skilur þannig, og fór í aðgerð og allt, gekk allt vel, sko. En svo fór bara allt til helvítis á endanum, það kom upp aftur. Hvar var þetta krabbamein í honum? Í maganum bara, alveg, allur maginn eiginlega alveg, þannig að hann var bara tekinn úr honum. Manstu eftir svona einhverjum atvikum þar sem að þú sást áður en leið virkilega illa og það var kvalinn? Já, það var svona, ég man eftir þegar hann var að fara að taka sig upp aftur krabbinn, en það var samt áður en að vissi af því, og þá var hann svona, þá fekk hann bara svona einhvern veginn svona, og var glerharður á honum maginn, já, og var alveg glerharður maginn á honum og hérna, það var rosalega vont fyrir hann ef að, þú veist, það var eitthvað, koma eitthvað við hann eða eitthvað svoleiðis. Það fannst það rosalega vont og svo var ekki rosalega vont að horfa á hann borða af því að hann svona, þetta var svona pínu sem væri bara að jórtra matinn eða þú veist, það ældi alltaf öllu upp strax aftur en hann kom samt ekkert, skilur nefnum bara eitthvað svona slím viðbjöður, sko. Við heldum bara að þetta væri eitthvað bakflæði fyrst. Þú lýsti sér svoleiðis, sko. Og það var síðan ekkert, hann var ekkert að láta tjekka á það strax, hann var bara svona, þetta var bara, hann var einn af þeim sem var bara svona, þetta reddast bara, þetta jafna sig og svo jafnaði þetta sig bara ekki neitt. Fannst þér einhvern tímann að hann held að hann yrði ekki langlífur? Já, hann, þú veist, var kannski ekkert endilega eitthvað að tala alltaf það, hann grínaðist alltaf með það, þú veist, og pabbi hans var ekki gamall, ég man ekki hvað hann var gamall, ég þori eiginlega ekki að fara með það, en hann var ekkert gamall og ég held að svona kallmenn í hans fjölskylda hafi ekkert verið rosalega langlífir. Þannig að hann var ekkert að, og hann vildi heldur ekki, sko, vera gamli kallinn á elliheimilinu sem hann gæti ekki gert neitt, sko. Þú veist, hann vildi frekar bara lifa lífinu, bara 100% og fara þá bara áður en að það allt kemur, sko. Hann lifði svona hratt og vel? Já, mjög vel. En kunni greinilega að njóta? Já, við vorum miklu félagar og gerðum rosalega mikið saman, allt. Og svona, hann svona hendi öllum áhugamálum sínum yfir á mig og við höfðum rosalega mikið á sömu áhugamálum. Og rosalega gaman að horfa á vinna því að hann hafði svo mikið metnað fyrir þessu og þú veist, gerði þetta svo vel. Og svo þess á milli þá var hann skytta, bæði tófuskytta fyrir Eyjafjarðarsveit og svo bara svona veiðimatinn. Og fannst það rosalega gaman og bara rosalega miklu virðingu fyrir dýrunum sem að var svolítið Hvernig? Gaman. Bara svona, þú veist, að fór bara, þú veist, það bara fauk í hann ef hann sá að var einhver sem að kannski var að skjóta gæsir og hirti bara bringurnar og hendi rest. Þú veist, hann vildi, þú veist, hann var ekki að veiða dýri til þess að bara drepa það, sko, þú veist, hann vildi bara, þú veist, hann veiddi dýrið og við bara, og það var bara borðað, alveg, allt. Mamma var alltaf með hesta og honum fannst það ekkert spennandi að vera með einhverja grasmótara undir sér að hann vildi vera með einhver alvöru tæki á milli lappanna sér, sko, sem var þá bara snjósleðar og það voru mótorhjólum. Er það satt að hann hafi kennt þér á bíl þegar þú var 7 ára? Já, það var eitthvað það bil sem að hann keypti bíl eitthvað upp á grínið á uppboði á 50.000 skall og hann fannst það bara fyndið því að hann ákvaði að bæta bara 10 krónur við fyrir boð og það var bara gamall og hálf ógeðslegur tjónabíll og svo fékk hann bara e-mail bara að þú hefur unnið þarna uppboð. Shit, maður. Hvað gerir þú? Það var ekkert annað í boði, ég fór bara, hann kenndi mér að gera og það var allt gott að blessa. Þannig þið voruð svo nánir og þú lærið þér svo mikið af honum. Já, mjög mikið. Já. Og hann var rosalega þolinmóður maður því að ég var svona einn af þeim sem spurði út í allt. Bara af hverju þetta og af hverju þetta svona og af hverju þetta svona. Hann svona einhvern veginn hafði svar við þessu öllu, alveg sama hvað það var, sko. Og hafði þolinmæði fyrir börnum? Já. Og rosalega þolinmóður maður. En það gæti hann legið og beðið eftir að reyfurinn kemur heim á greinið í marga klukktíma. Bara beðið við byssuna á. Það segir kannski margt um hann. Og hann gerði alveg í því að, þú veist, þegar við vorum á sleðum og eitthvað svona, það var rosalega erfitt að halda í við hann ef maður var kannski á öðrum sleð og eftir honum því að hann síðan allt í einu reykur á augu kannski í tófuspor
og það bara, þú veist, sem að enginn gerir, skilur, þú veist, að þú sér það ekkert endilega alltaf, þú veist, og hann sá það bara langt í burtu og svo allt í þeim tekur hann bara hann svakalega sveif og bara og horfin eitthvað bakvið, eitthvað og maður reynir að elda hann og það var bara og hann endaði bara komin bara í eða meiri grjót heldur snjó, sko, þú veist, á endanum með að elda hann, þú veist, það var alltaf svona það var alltaf, þú vissir aldrei hvað var að fara að gerast næst og varst með honum ykkur. En svona menn eiga oft marga og trausta vini, var það raunin hann? Já, hann átti alveg sillilega agalega marga vini og það var alveg bara eins og í 50 samanlinast, þú veist, það var bara alveg gjörsamlega tróðið, alveg og jarðarförinu líka erfidrykkjunni. Fannstu þegar hann var orðinn veikur að hann nýtti tíman einhvern veginn öðruvísi? Eða nýtti þið tíman betur? Ég man rosalega lítið eftir þessum 2 vikum. Mér finnst bara eins og við höfum bara verið upp á sjúkrahúsi það sem okkur var sagt að hann verið dauð á hana og svo bara finnst mér bara einhvern veginn bara svona að ég hefði bara næsta sem ég man eftir rauninni bara við heima að kveðja hann, sko. Já, þetta var svo stuttur tími. Já, þetta svo, þú veist, 2 vikur en liðu bara samt bara eins og 1 dagur í hausnum á mér, sko, ég man ekkert eftir. Þannig að tíminn þar á undan, þó hann væri veikur, þá var hann ekki einhvern veginn í þínum huga neitt veikur? Nei, hann svona, það sást aldrei á honum að hann væri eitthvað að, skilur, þú veist, hann alltaf misti hann alveg heilan helling af kílóum, en hann átti þau svo sem alveg aukalega, hvað sem þannig að það var allt í lagi. Já. En það var aldrei að sjá á honum, skilur, þú veist, hann var ekkit endilega farin að vinna minna af því að hann var krabbameinssjúklingur, skilur, þú veist, hann var farin klukkan 7 á morgnana og kom kannski heim klukkan 10 á kvöldin, sko. Kom aðeins heim í kvöldmat og... Þannig að hann keyrði sig áfram á hnúunum og lét í raun. Alveg gjörsamlega og viðurkenndi aldrei að það væri... Hann hélt bara að vera ósigrandi, sko. Svo fáið þessar 2 vikur og þær í þínum huga eiginlega bara eins og einhver þoka. Já, það svona einhvern veginn svona sem að heilinn virkar einhvern veginn, magna fyrirbæri. Hann bara hendur út þessu vonda sem að maður á ekkert endilega mun eftir og skilur eftir bara hvað góða. Svona. Það sem að þessar 2 vikur voru ekki góðar. Get ég rétt ímyndað mér allavega með hvað ég man ekki eftir þessu. En þessi dagur, þegar hann upp á spítala, hann var svo sem ekki lengi þar, hann vildi ekki vera mikið inn á spítalanum, var það? Nei, það var svæfður þarna með verkjalyfjum og því að hún fannst svo til. Og síðan kemur læknirinn inn og segir okkur að hann muni sennilega örugglega bara ekkert vakna aftur. Það væri ólíklegt. Og síðan allt í einu heyrum við eitthvað rumskur í honum eitthvað og hann reisir sig við eitthvað og tekur á sig hitateppin og sængina og bölvaði hvað honum heitt og hann langar að fara heim. Ég ekki að fara að vera hér, ég bara að fara heim. Og þannig að það var bara, pantaði bíl og við fórum bara heim. Og læknirinn lét hann lofa sér að drepast ekki í sjúkrabílum. Hann sagði, Björn, hvort viltu deyja hér eða heima höður? Og hann sagði, ég að fara heim. Svo flott, þú lofa mig þá að drepast ekki í sjúkrabílum. Já. Hann stóð við það? Já, við fórum heim og svo bara sofnaði hann heima og nokkurum klukktímum síðar þá var hann horfinn, sko. Og þú varst hjá honum? Já. Hvers virði það fyrir þig í dag og hvers virði var það þá? Rosalega mikið, það þýðir rosalega mikið fyrir mig að bara halda í hendina á honum og þú veist, maður fann, skilur, þó hann var í meðvitundarlaus, sko, eða þú veist þannig, að þú veist, hann fann samt, eða þú veist, ég fann að hann fann að ég var hjá honum, skilur, að því að, þú veist, þegar ég teki í hendina á honum og þá þú veist, kreistir baka, sko. Yeah. Og svo finn ég bara, þú veist, þegar hann sleppir undir lok. Þannig að þú náður að kveðja hann? Já. Eða þið kvöddust? Já. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Góði, alltaf góður. Ungt fólk og krabbamein í boði AB varahluta.
Stefán Haukur Björnsson Voge missti föður sinn í september fyrir 2 árum, þá var hann 18 ára. Þeir voru mjög nánir og áttu sterkt og gott feðgasamband. Missirinn var yfirþyrmandi fyrir hann og alla fjölskylduna, vini og félaga. Hvað gerður þau á degi 2? Það var daginn eftir. Hvað gerðu þið þá? Ég fór bara í skólan. Fórstu í skólan? Já. Af hverju fórstu í skólan? Ég hugsaði bara, ég get alveg eins farið í skólan og haldið áfram í staðinn fyrir að hanga heima og vorkenna sjálf mér, skilur, auðvitað maður kannski það syrgja og vorkenna sjálf mér aðeins en ekki of mikið, sko. Og það var einhvern veginn svona, pabbi hefði gert það, sko, ef hann hefði bara haldið áfram, bara harkað sex. En það kom nú rosalega mörgum á óvart, en einhvern veginn bara svona, ég fann ekki þess að þörf að, vera heima, svo kom ég bara heima til skóla og við mamma höfðum það bara kósí og það var alltaf einhver heima, skilur. Hjá ykkur? Já, það var alltaf einhver að koma. Kom þetta skólafélögunum þínum á óvart að þú væri búin að missa pappa þinn? Gastu hreinlega bara tjá það? Gastu sagt það? Nei, ég sagði það ekkert fyrst. Ég bara þessum vinum mínum, sko, sem ég var alltaf með. En það var ekkert að segja öllum bekkjarfélögunum. Ég var alltaf nýbyrjar í skólanum þarna, nýri önn, með 9 bekk og ég þekkti voða fáa í þessum bekk, sko. Og síðan segi ég bara skólanum frá þessu þegar ég var búinn að láta skóla vita því að hann væri veikur. Og skólameistarinn sagði bara við mig, ég fengi bara, bara frásmætingu, bara, ég myndi bara mæta eins og ég vildi þessa önnina og væri bara mistamál, sem að mér þótti rosalega vænt sko, að það hefði verið. Og skólinn sýndi mér rosalega mikinn skilning og var tilbúin og þau voru tilbúin til að gera hvað sem er fyrir mig. Og námsráðgjafinn kemur síðan og biður mig að koma að tala við sig og spyr mig hvort að ég vilji að hann segi bekknum frá þessu. Af því það er alltaf gert, en þegar maður er 18 ára þá ræði ég því. Og ég alltaf bara, segi bara já, það er bara, já, það er bara fínt, skilur, þá þarf ég ekki að gera það. Og síðan fer ég fer á einhvern fund með mömmu til séra Svavars. Þá voru að fara að tala jarðarförina og því tengt. Hann námsráðgjafinn stekkur inn í tíma þá að segja í bekknum og þá vinnur mér sem var með mér í bekk, hann sagði bara að það hefði verið svo hryllilega hagalega þungt loft inn í bekknum og kennarinn síðan sagði bara á endanum bara að við skulum bara segja þetta gott og við förum bara heim. Því að það sló svo mikið á alla, það var bara dauðaþögn. Fólk getur alveg sett sig að einhvern leyti í þessi spor. Já. Og enginn vill vera í þeim. Það var einhvern veginn bara svona og þau tóku sig síðan öll saman og keyptu ég fekk blómvend og eitthvað svona kerti, eitthvað samóði kerti og skrifuðu öll á kort. Kvittuðu öll undir allur bekkurinn, sem kom mér rosalega mikið óvart af því að þau þekktu mig ekkert og ég þekkti þau ekkert, þannig að þetta var rosalega svona gott að fá að vita að þau voru öll svona sýndu stuðning, skilur, þrátt fyrir að vita ekkert hver ég væri, Hvaða máli skiptir það að fá knús eða að fólk sé að taka utan um hann og sýna þér samúð, hvers virði er það? Það skiptir mér eiginlega bara mjög miklu máli, sérstaklega frá fólki sem þú vilt að segja það, skilur, eða að segja það allir og manni þykir rosalega vænt það þegar fólk segir það við mann, skilur en þetta var svo mikið af svona kveðjum á þessum tíma. Maður fekk svo mikið mörgum á dag og alveg endalega skilaboð og ég man ekkert hver var eitthvað að segja við mig, eitthvað samfélgist og eitthvað, en maður er svona þessir vinir og svona þessar kveðjur sem maður býst ekkert endalega við, sem maður man mest eftir, Og svo er þessi stutti tími sem að maður hefur til þess að undirbúa jarðarför, hvernig, og vinirnir komu og allt það, en þessi jarðarför þykir allavega hér á Akureyri mjög eftirminnileg. Geturðu sagt mér aðeins um það? Já, þetta var mjög öðruvísi heldur en vanalega er gert, allavega og finnst mér
vinir hans pappa tók sér saman nokkrir og söfnuðu pening fyrir jarðarförinni. Þess að var alveg heilmikill peningur á 1 eða 2 vikum eða eitthvað slís. Og borguðu bara jarðarförina og síðan var kistan, hún var sprautuð græn, arstikat græna því það var sleðategundin hans. Og þegar Carex gerði það á laugardegi, bara frítt. Og það var svona rosalega mikið svoleiðis sem var bara svona, þú veist, fólk steig bara inn og bara, þú veist, bara hvernig get ég aðstoðað og svo bara sagði mér það og það bara já, ekkert mál og það var bara minnsta mál, þú veist, og maður ætlar að gera eitthvað tilbaka fyrir þig og segði bara, þú veist, bara gleymdi hugmyndir, ég bara gera það fyrir Bjössa. Yeah. Þú veist, bara, þú veist, og þetta var allt svona, einhvern veginn, hann sagði við Adda Tryggva fyrir mörgum ára síðan að hann vildi, þegar hann myndi deyja, þá myndi hann vilja fara á tveggjarslega kerru við hliðan á galmarsliðanum sínu sem hann keypti 99 sem að hann sagði alltaf veri hinn helmingur á sálinni sinni. Það er árið sem þú fæðist? Já. Og þessi sliði var honum mjög kær og hann sagði að hann vildi fara úr kirkjunu upp í kirkjugarð á tveggjarslega kerru við hliðan á sliðanum og Addi myndi eftir þessu og hann kom á átti svona ram Dodge Ram stóran með sleðapalli og það var bara útbúnar festingar fyrir kistuna á pallinn. Sleðan var bónaður og sjænaður allir upp, hann aldrei verið svona redd, ekki eins og þegar hann var nýr sko. Og honum var skellt á pallinn og svo var bara pallurinn fylltur af blómum og krönsum og það var tekin auka rúntur, skilur við fórum ekki beint upp í kirkju, heldur fórum við niður gilið og þú veist, lögreglan var að stoppa fyrir gatnamótum og þú veist, það var tekin auka rúntur. Þetta var bara eins og kóngurinn hefði verið að falla sko. Þú veist, þetta var bara alveg svoleiðis. Var jarðarförin sjálf í hans anda, fannst þér? Já. Komst það til skila? Já, það var svona, þetta var jarðarför sem var eiginlega meira hlegið heldur en grátið. Og séra Svavar átti mjög stóran hluta í því og fékk bara þessar sögur af honum og setti það bara saman í eina stóra ræðu og fór með hana og fólk hló bara og hafði gaman í jarðarförinni og svo var bara haldið saman út í Hlíðabæ, það sem erfidrykkjan var. Og það var bara boðið upp á Víkingildan því að það var hans drykkur og það var bara þá voru sagðar sögur og það var sungið og haft bara gaman sko. Það var ekkit svona eitthvað grátur dagur þannig séð skilur með við þetta var jarðarför skilur, þetta var svona öðruvísi. Mikilvægt að fá að kveðja hann með þessum hætti. Af því að hann var líka svona við stýpar sko. En svo tekur þetta venjulega lífið á eftir. Já. Hvernig að takast á við það? Ég held að svona maður áttar sig ekki kannski endilega á því sko hvað maður þarf að takast á við. Ég hef eiginlega bara ekkert tekist á þetta held ég, þannig séð. Bara, þú veist, maður er bara heppinn með fjölskyldu og vinir sem að stóðu við bakið á manni bara alltaf, skilurðu. Og Tónlistin hefur verið að hjálpa þér, þú hefur notað hana. Hvernig notar tónlist sem við það? Þú spilar á gítar? Já, ég spila gítar og hef gert það í mörg ár. En ég hef aldrei gert það svona eitthvað í alvöru fyrir núna þannig séð sko. En gítarinn hjálpaði mér rosalega mikið. Það var bara gítarinn og valið eitthvað lag með Bubba Mortens og svo fór ég bara inn í herbyggi og spilaði söng og grét og gítarinn bara græjaði þetta einhvern veginn. Og ég bara labba út úr herbygginu bara svona nýr maður. Svo bara einhvern veginn svona finn ég svona einhvern veginn einhverja svona öðruvísi tilfinningu þegar maður situr og spilar og syngur eitthvað. Sem maður finnur bara, þú veist, þetta er svona einhvern veginn sama tilfinning og þegar einhver heldur utan mann, sko, svona. Það er svona svo gítarinn bara svona haldi utan mig einhvern veginn. Þú flettir örugglega oft upp í huganum bara minningabókinni ykkar, tveggja. Velur þér myndir til þess að staldra við, bara til þess að fara inn í þá góðu minningu? Hvernig notarðu minningarnar? Það koma stundum svona einhverjar stundir þar sem að það kemur allt í einu bara
svona flóð af minningum og sérstaklega ef ég er að gera eitthvað, ef ég er að brasa hérna í skúrnum til dæmis. Skúrnum ykkar? Já, skúrnum okkar og svo finn ég ekki eitthvað verkfæri sem að þarf til að græja þetta sem ég er að brasa. Og þá var alltaf bara, þá bara tók ég upp símann, ég bara hringdi í Gamla og bara Gamli, hvað skrúðuðu okkar hérna sem við erum að, Já. Og það allt í reglu hérna í óreglunni í skúrnum, sko. Og hefur alltaf verið og það var ekkert mál, en svo, svona bara allt í einu þá getur maður ekki hringt lengur, og tjekkað og það var alveg þá sem að svona sem ég fyrst áttaði mig á því svona aðan væri farin, sko. Ég var búinn að taka upp símann, ég var búinn að fara inn í ég var búinn að stimpla númer hans, og bara átti bara eftir að hringja á Grænadakar, sko, og þá var bara, nei, þetta er ekkert. Nei, þetta númer er ekki tengt. Já, en svona, á svona stundum þá bara verður maður bara, að anda djúpt og hreinsa hugan og skilur taka þetta sorgarmoment eða hvað sem það er sem að þú færð og bara umbreyta einhvern veginn í góða minningar. Bara vera þakkláttur fyrir minningarnar í rauninni. Já, það er komið 2 ár. Finnst þér það jafn sárt í dag eins og það var fyrst? Já. Sérðu fyrir þér að þú komist einhvern tímann yfir föðurmissi? Gerir maður það? Nei. Ég held bara að maður verður að læra að lifa með því bara, einhvern veginn. En ég held að maður, þú jafnar þig aldrei á því, sko. Nei. Þú sér það, ég er hérna skælandi eftir 2 ár, sko. Það er ekki langur tími. Það er ekki langur tími. Hvernig svona þessi skref núna frá þessum tíma, sérðu, ertu farin að geta horft á einhverja framtíð? Sem þar sem að hann er meira sem minning og styrkur fyrir þig heldur en sem lifandi pabbi. Já. Hann er svona, hefur alltaf verið, sko, eftir að hann fór, þá hefur hann alltaf verið svona hjá mér einhvern veginn, þó hann sé skilur dáinn. Hvernig finnur það? Einhvern veginn bara svona og sjálfrátt, bara svona gömlu vana einhvern veginn að vera að brasa inn í skúrnum eitthvað og ég reitn og svo bara til dæmis að ég finn ekki eitthvað og ég bara, pabbi, hvað í helvítinu hérna skrúðarnir sem vorum alltaf og bara, og spjalla bara, ég spjalla bara við hann einhvern veginn. Já. Það ég reitn. Og þú í raun og veru kannski nýtir þér minningarnar þannig. Já. Sem styrk. Og þetta nokkuð nema eitt skref í einu? Nei, eitt mjög lítið skref í einu finnst mér. Þú ert ekkert eitthvað og styttir ekkert leið, skilurðu. Það tekur bara tíma.